Náð sé með okkur öllum hér í dag og friður frá Guði föður okkar og drottni Jesú Kristi. Ég votta ykkur öllum sem hér eruð og á hlýðið innilega samúð mína vegna fráfalls Bjargar og bið góðan Guð að umvefja okkur á þessari stundu. Ykkur sem hér eruð, fjölskyldu hennar og ástvini og samferðafólk, allt. Við skulum hefja þessa stund með því að leggja hana í Guðs góðu hendur og leið okkur sjálf og allt sem að á okkur hvílir, og við tökum með okkur hingað inn í dag og gerum það með því að signa okkur saman og segja: í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Og biðjum saman í Drottins nafni. Ef almátti eilífi Guð og Faðir, þú sem ert uppspretta lífsins og ljós, Guð miskunnsemdana og allrar huggunar, við biðjum þig að líta til okkar í náð þinni. En við snúum okkur til þín með allt það sem að á okkur hvílir og leggjum hjá þér minningarnar allar sem þessi stund er helguð, sorg okkar og söknuð, og biðjum þig að hjálpa okkur með huggun þíns heilaga orðs. Þú ert veikum styrkur og þú ert þreyttum endurnæring. Þú ert sorgbitnum huggun og þú ert hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa okkur öllum hverju og einu til þess að öðlast trú og vona á þig og treysta nálægð þinni og kærleika sem að engum bregst í lífi og dauða. Fyrir Jesú Krist, Drottinn okkar, við biðjum í nafni hans. Amen. Ég les fyrir okkur úr spádómsbók Jesaja, þar sem segir: en nú segir Drottinn svo, sá sem skóp þig og myndaði þig, óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn.
Gangið þú gegnum vötnin er ég með þér. Gegnum vatnsföllin þá flæða þau ekki yfir þig. Gangið þú gegnum eld skaltu ekki brenna þig. Og loginn mun ekki granda þér, því að ég, Drottinn, er Guð þinn og þú ert dýrmætur í augum mínum, mikils metinn, og ég elska þig. Óttast þú ekki, því að ég er með þér. Og þannig hljóðar hið heilaga orð og dýr sé Drottni. Amen. Ég les fyrir okkur 121. Davíðssálmi og þar segir: ég hef augu mín til fjallanna og hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni skapara heimins og jarðar. Hann mun ekki láta fótinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Og daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Og þannig hljóðar hið heilaga orð Drottins og honum sé dýrð. Amen.
Við skulum leyfa okkur að rísa á sætum og heyra heilagt guðspjall. Svo hljóðar í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme, ilmsmysl til þess að fara og smyrja Jesú. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar sólarupprás koma þær að gröfinni og þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunnanum. En þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá. En hann var mjög stór og þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju og þær skeldust. En hann sagði við þær, skelfist eigi. Þið leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn. Hann ekki hér. Sjá, þarna staðurinn þar sem þeir lögðu hann. Og heyrum einnig þessi orð Jesú sjálfs sem segir, allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín. Og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Ég stígi niður af himni ekki til að gera vilja minn, heldur vilja þess sendi mig. En sá vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann, hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Og þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Og lof sé Kristi. Og sæl erum við öll, þegar við heyrum Guðs orð. Varveitum það í hjörtum okkar og breytum eftir því. Amen. Gjörið svo. Oh
náð sé með okkur öllum hér enn og aftur og friður að Guði föður okkar og drottni Jesú Kristi. Hér eru við saman hvert með öðru og hvert fyrir annað hér í dag á þessari stundu í okkar lífi og erum hér til þess að kveðja hana Björgu eða Bobbu eins og hún var ævinlega kölluð og til þess líka umfram allt að þakka fyrir líf hennar, fyrir áhrif hennar og samfylgd og fyrir allt það sem hún skilur eftir sig hjá okkur í okkar lífi og fyrir allt það sem við fengum að eignast og reyna og upplifa í gegnum samfylgd okkar með henni í gegnum þennan tíma sem nú er að baki. Og það er alveg ábyggilegt, það eru ýmsar spurningar og tilfinningar sem að vakna á stundu sem þessari. Og við getum svo innilega sagt að við hefum gjarnan viljað fá lengri tíma með henni en þegar við lítum tilbaka á tíman sem að baki er, þá getum við í raun þegar allt kemur til alls einungis þakkað fyrir það sem okkur var gefið og lagt minningarnar allar sem við eigum, reynsluna, samskiptin, orðin og samfylgdina alla með Bobbu hjá Guði sem er uppspretta lífsins og ljós og gefur okkur öllum hverja stund í þessu lífi af kærleika sínum. Og það gerum við saman hér í dag þegar við leggjum Bobbu til hinstu hvíldar. En Guð hann kallar okkur hvert og eitt inn í þetta líf og hann gerir það með nafni eins og við vorum minnt á hér í ritningarlestrunum sem var lesin. Hann þekkir okkur til hlítar og hann leiðir okkur í gegnum lífið allt frá einu augnabliki til þess næsta, rétt eins og enginn væri annar til en þú og ég og hann sleppti ekki hönd sinni af Bobbu. En hún var sumarbarn, fædd á Reykjum í Lundareykjadal þann 7. júní árið 1939 og hún lést þann 16. júní síðastliðin á hjúkrunarheimilinu Ljósheimum hér á Selfossi. Og það var auðvitað mjög mörgu öðruvísi farið í því sveitasamfélagi sem Bobba fæddist inn í fyrir 86 árum rúmum og má segja að flest allt hafi nú breyst frá því sem áður var. En foreldrar Bobbu voru þau Sigurður Ásgeirsson frá Reykjum í Lundareykjadal og Valgerður Magnúsdóttir frá Dölum í Fáskrúðsfirði. Og Bobba hún ólst upp með bræðrum sínum 4 en 2 þeirra eru nú látnir og við biðjum góðan Guð að blessa og varveita minningu þeirra sem og foreldra þeirra. En á Reykjum var fengist við margt, bæði utan og innan heimilis og þar stundaði blandaði búskapur með kýr og kindur í félagi við Björn, föðurbróður Bobbu og hún undi sér vel þarna í sveitinni, hún Bobba, úti í náttúrunni við bæði leik og störf. Hún tók við Bobba og bræður hennar þátt í bústörfunum og var þar sauðféð henni hugleiknast. En hún var vel gefin, hún var hlédræg, hún var feimin, en barst vinum sínum traustum böndum enda trygglind og vinaföst og gætti að því alla tíð að rækta tengslum við fólki sitt. Og hún var líka listræn, teiknaði vel og var söngelsk og nokkuð lagin við nótnaborðið líka. Og foreldrar Bobbu þau voru vel lesin og héldu henni líka að lestri og lögðu alltaf áherslu á það að koma börnum sinu til mennta. Og Bobba, hún var iðin, hún var dugleg og lauk landsprófi frá héraðsskólanum í Reykholti árið 1956 og því næst kennaraprófi frá Kennaraskóla Íslands árið 1961. Og í framhaldi þess var hún á dagblaðinu Tímanum sem prófarkalesari á árunum 1961-64 og síðan starfaði hún við barnakennslu þar á eftir 5 ára skeið meðal annars við Kleppjárnsreykjaskóla í Reykholtsdal og síðar á Skógum
Það sem hún barst fjölskyldu Jóns Kristinssonar, skólastjóra, sterkum böndum og hafði hún Höllu, næst yngsta barni í fjölskyldunni, gjarnan með sér í heimsóknir að Reykjum og kallaði Halla Bobbu alla tíð fóstru sína. Árið 1969 giftist hún Sveini Júlíusi Sveinssyni sem ávallt kallaði Svenni innan fjölskyldunar. Og hann starfaði sem lögfræðingur og sýslufulltrúi hér á Selfossi þar sem þau svo settust að og bjuggu alla sína tíð saman. Og fjölskyldan stækkaði skjótt með 5 börnum, þeim Sveini, Valgerði, Birni, Sigurði og Gunnþórunni Klöru. Og alls eru barnabörn Bobbu 10 og barnabarnið 1. Nú Bobba hún lagði kennarastarfi til hliðar og sinnti börnum sínum og heimili frá 1970 til 1987 og var þar af nægum verkefnum að taka og í mörg horn að líta eins og nærri má geta. En hún ræktaði líka tengslin við fjölskyldu og vini og oft var farið með börnin að Reykjum og þangað sótti hún líka mikið. Enda leið henni svo vel í sveitinni sinni sem alltaf togaði í hana. Og alltaf var hún náinn foreldrum sínum sem hún hugsaði svo vel Og fjölskyldutengsl skipta hana líka miklu máli og hún ræktaði garðinn sinn ákaflega vel. Hélt ætíð góðum tengslum við ættingja sína og tengdafólk. Og á þessum árum var líka farið í margar útilegu vítt og breitt landið og það var þetta líflegt á heimilinu eins og nærri má geta og gestir og vinafólk þar oft á ferð og einnig yfirleitt alltaf krökkt af börnum með öllu því lífi og fjöri sem að þeim fylgdi. En Bobba hún hóf kennslu að nýju árið 1987 á sama tíma og yngsta barnið á heimilinu komst á skólaaldur. Og hún bætti líka við sig sérkennslu námi og sérhæfði sig í kennslu barna með lestrarörðuleika. Og hún var góður og samviskusamur kennari og veitti kennarastarfiðinni líka mikla ánægju og eignaðist hún marga góða vini í gegnum það. Og í Vallaskóla myndaði hún ásamt nokkrum samstarfskonum sínum hinn rómaða félagsskap, Sláturfélagið, sem dró nú nafn sitt á því að það tóku saman slátur hjá einni þeirra. Og sá félagsskapur fór í ýmis ferðalög saman og oft fengu makarnir líka að fljóta með. Og eins var farið á þó nokkur jólalhlaðborð og aðrar skemmtanir. Og þegar börnin voru nú búin að fá nóg af ferðalögunum með Bobbu og Svenna þá gengu þau hjónin til liðs við Gráa gengið sem samanstóð af yngsta bróður Bobbu, Magnúsi, og frændfólki hennar úr Hafnarfirði. Og með Gráa genginu var farið í sumarbústaðaferðir víðs vegar landið og fjölmargar skoðanaferðir á meðan á dvölinni stóð. En við erum minnt á það og finnum hvað tíminn líður nú ógnar hratt. Bobba og Svenni áttu að baki rúmlega 50 ára samfylgd þegar að Bobba féll frá. Og fyrir það einungis hægt að þakka. Svenni fór á hjúkrunarheimili fyrir rúmum 2 árum og sama leyti fór heilsu Bobbu að hraka. Og hún dvaldi í tæplega ár á hjúkrunarheimilinu Ljósheimum þar til hún lést. Og við finnum það öll hér hvert með okkar hætti í dag. Finnum það svo vel á þessari stundu að það svo margt sem að hægt að segja Bobbu hér í dag og miklu meira utan við komumst yfir. Minningarnar eru ykkar og þið geymið þær allar eins og þær komið til ykkar í gegnum lífið og samfylgdina með Bobbu og fyrir þær getum við bara þakkað. Og þið grípið þar á lofti. Það sem tala best til ykkar og við skulum leyfa okkur að leggja þær einfaldlega allir hjá Guði og í hans góðu hendur hvert og eitt og biðja hann að geyma þær og varðveita þann tíma sem liðin og leið okkur svo hvert og eitt áfram í gegnum þetta líf og allt sem býður. Bobba var gríðarlegur lestrarhestur, mjög hraðlæs
Hún var tíðu gestur á bókasafni Árnesinga og það var víst orðið erfitt fyrir starfsfólki þar að leggja til bók sem hún hafði ekki séð eða lesið. Og mest las hún af skáldsögum af öllum toga, ævisögum, ljóðum og þjóðlegum fróðleik og hún var líka mikill unnandi sakamála þátta og var eitt þeirra Father Brown sem að henni fannst nú þjóðlegra að kalla Sierra Mora. Og hún hafði líka áhuga á hvers kyns kveðskap og var sjálf líka vel hagmælt og bar í öllu tilliti afskaplega gott skynbragð á íslenska tungu. Og svo var hún líka andlega þenkjandi, eins og þið vitið mörg, spáði í bolla og þótti berdreimin og hafði gaman að því að ráða í drauma. Og hún var náttúruunnandi og hafði mikla ánægju af því að rækta garðinn sinn og var húsið alltaf fullt af inniblómum og skrautsteinum og flestum steinunum hafði hún safnað á bersku slóðum móður sinnar í Fáskrúðsfirði en þar var hún tíðu gestur. Og þegar þrifið var fyrir jólin á Birkivöllunum var alltaf séð til þess að steinarnir í arninum fengju nú sitt árlega jólabað líka. Börnum Bobbu til mismikillar ánægju skilst mér og voru þetta án efa einna mest þrifnu steinar bæjarins. En í minningunni stendur umfram allt hæst hversu barngóð, hjartahlý, traust og heiðarleg kona hún var og manneskja. Og margir nemendur hennar hafa líka talað hversu mikil og góð áhrif hún hafi haft í þeirra lífi, en það talaði hún líka alltaf það að hún væri á réttri hillu í kennarastarfinu. Mig langar að bera ykkur kveðjur frá Guðrúnu Höllu Jónsdóttur sem búsett erlendis og gat ekki verið hér í dag en með okkur í huga á þessari stundu og kveður fóstru sína. Og einnig vil ég koma á framfæri þökkum frá fjölskyldu Bobbu til alls starfsfólks á lyflækningadeild HSU og ljósheimum sem annaðist og hlúði að Bobbu meðan hún dvaldi þar. Og þá vil ég börn hennar sérstaklega þakka Bubbu, Hatti og Dísu fyrir sanna vináttu og reglulegar heimsóknir til móður þeirra síðastliðið ár. Og einnig þakka þau Magnúsi, móðurbróður sínum, sem veitti þeim ómetanlegan stuðning í veikindum Bobbu. Og að síðustu þakka systkinin Tótu, systur sinni, fyrir það hversu vel og fallega hún annaðist foreldra þeirra hinn síðustu ár. Hún var stoð þeirra og stytta og þær mæðgur trúnaðarvinkonur. Já, ég kalla á þig með nafni, þú ert minn, segir í bókinu góðu. Og það gott að minna sig á það og vera myntur og mynda á það. Að Guð kallar okkur öll hvert og eitt og hann kallaði Bobbu inn í þetta líf og hefur nú kallað á hana aftur að þessu lífi loknu og þar hvílir hún. Umvafin kærleika Guðs og við leggjum hana þar í hug og hjarta til hinstu hvíldar. Og þökkum fyrir allt það sem við fengum að eignast og njóta með henni og í gegnum líf hennar og nærveru og áhrif. Og með Bobbu horfin á braut góð og falleg kona sem hafði meiri áhrif á ykkar líf en hægt að færa í orð hér í dag. Og við kveðjum hana í djúpri þökk. Við sjáum svo sem og skynjum margt í þessu lífi, hvert og eitt þar sem við erum stödd. Við sjáum svo sem ekki hvað bíður, en við getum treyst því að Guð, hann leiðir okkur í gegnum morgundaginn. Rétt eins og hann leiddi okkur í gegnum daginn í gær og fylgir okkur í gegnum þennan dag og þessa stund. Og það það sem við eigum umfram allt, þegar allt kemur til alls. Það þessi stund hér og nú. Og við skulum hlúa vel að henni þar sem við erum stödd í okkar lífi og hjá okkar fólki. Og leggja allt í Guðs góðu hendur og hann blessi og varveiti minningu Bobbu í hjörtum og hugsunum ykkar sem elskuðu þann á. Megi Guð blessa þig og leiða
sem enn ert á leið í gegnum þetta líf. Í Jesú nafni. Amen. Biðjum saman í Drottins nafni. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú okkur. Og Guð Sonur og frelsari heimsins, miskunna þú okkur. Og Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú okkur. Nú lætu þú, Drottinn, þjón þinn í friði fara. Eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum, Ísrael. Já, almáttugir Guð og Faðir, við þökkum þér fyrir það að við megum leita til þín og koma fram fyrir þig í okkar lífi og hér á þessari stundu og leggja hjá þér allt sem á okkur hvílir, gleði okkar á hamingju og sorg okkar á söknuð. Og við beiðum þig að vera okkur nærri öllum stundum í þessu lífi og helga hvert okkar spor í gegnum það með náð þinni og kærleika. Og við leggjum hér hjá þér minningarnar allar sem þessi stund helguð og allt það sem við tökum með okkur hingað inn leið og við þökkum þér fyrir Bobbu og fyrir líf hennar allt. Og leggjum hana til hinstu hvíldar vafna kærleika þínum og náð sem að engum bregst í lífi og dauða. Við felum þér hana og allt sem okkar og framtíð okkar allra. Veittu henni þinn eilífa frið og fögnuð hjá þér. Fyrir Jesú Krist, Drottinn okkar og frelsara. Amen.
Við skulum leyfa okkur að biðja saman hvert með öðru, eins og Drottinn hefur kennt okkur að gera og segja: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við skulum rísa á sætum. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesú sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Og af jörðu skaltu aftur upprísa. Já, almáttigi Guð, eilífi Faðir, veit Bobbi þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði alla tíma, í Jesú blessaða nafni. Amen. Meðtökum hinna drottinlegu blessun. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Og Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Og Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags Anda. Amen. Og Guði séu þakkir, sem gefur okkur sigurinn fyrir Drottinn okkar, Jesú Krist. Amen.